Góðan daginn. Sigrún heiti ég Gunnarsdóttir og ég ætla að ræða við ykkur í dag hvernig við getum hætt að prenta eða allavega minnkað að prenta og þá í rauninni ég að tala að prenta út greiðsluseðla. Margir hafa talað við okkur og spurt okkur hvernig get ég hætt að prenta út greiðsluseðla og hvaða möguleikar eru í stöðinni inn í sveitarstjórnunum. Nú, við erum með margar lausnir og það er rauninni ekkert eitt rétt svar við þessar spurningu því að það fer eftir því hvort að einstaklingurinn sé rauninni bara einstaklingur og er kannski ekki með neina lausnir heima hjá sér eða hvort þetta er fyrirtæki sem er kannski að taka á móti rafrænum reikningum og annað þvíumlíkt. Þannig að rauninni það er margar lausnir og síðan skiptir það máli hvort við erum að prenta út eða senda greiðslu fyrir fasteignagjöldum eða fyrir reikningum af því að fasteignagjöldin í rauninni í dag bókuð bara í færslubók og það verða ekki til eiginlegi reikningar á bakvið. Þannig að það er ekki allar lausnir sem ráða við að senda upplýsingar úr bara færslubókunum. Þannig ég ætla sem sagt að fara yfir þetta svona aðeins og þannig að þið geta átt okkur hvað er í stöðunni. Nú, við erum sem sagt með bæjardyr. Það er í rauninni, og ég ætla bara að útskýra það betur hérna eftir, en það veitir íbúum rafrænan aðgang að viðskiptaupplýsingunum sínum í kerfinu hjá sveitarstjórninni. Nú, svo erum við með rafræna reikninga sem mörg ykkar eru að nota, en eru kannski mest að nota því að móttaka reikninga, ekki endilega senda reikninga. En reyndar með nýjust útgáfuna af fasteignagjöldunum þá fóru margir að taka í notkun að senda rafræna reikninga úr fasteignagjöldunum. Nú svo erum við með birting greiðsluseðli í banka, heitir það, og það eru til tvær lausnir. Annars vegar getum við sendt rafræna reikning til Advania og Advania sér síðan að senda þetta í bankan og redda öllu þar. Og þeir eru með eitthvað svona hópafslætti að þeir senda svo mikið inn í bankana. Þannig að það getur verið sniðulaust og kannski bara heyri Advania með hvað það kostar. Nú síðan er hægt að setja þetta bara upp í innheimtu, það var að vera ekki það, innheimtukerfi Væs og ég ætla að sýna ykkur það hvernig það er gert. Það ræður sem sagt bæði við fasteignagjöld og ræður fasteignagjöld og bara venjulega reikninga. Nú síðan er hægt að senda bara greiðsluseðilinn í tölvupósti. Ég ætla núna að fara aðeins yfir, bæjardyr, hvað er það? Það veitir íbúum rafrænan aðgang að viðskiptaupplýsingunum. Þar stýrum við niður á viðskiptareikninga, hvaða viðskiptareikningar eru sýnilegir í íbúagáttunni eða í bæjardyrum. Þetta er einföld tenging fyrir íbúa sveitarfélagsins. Það geta annars vegar tengst inn á íbúagátt ef þeir eru með íbúagátt til staðar sem að kannski OneSystem hefur sett upp. Eða þá er hægt að tengjast með vef sem ég ætla að sýna ykkur á eftir hvernig sá vefur er og þá notum við rafrænan auðkennislykilinn. Þetta sparar náttúrulega sveitarfélaginu birtingakostnaðinn eða prentunarkostnaðinn og sendingakostnaðinn á greiðsluseðlunum. Og svo er þetta leið og rauninni reikningurinn er bókaður að þá er hann orðið aðgengilegur í íbúagáttunni. Þannig að þetta ætti að spara álag á skrifstofu sveitarfélagsins. Eins og ég sagði þá bæjardyr tengingin við Navision og sveitarstjóra. En síðan er möguleiki á að fá vef sem við höfum sem fylgir með lausninni í rauninni og hann er bara settur upp og svo tengist þá rafrænu auðkennislyklinum sem að sótt er hjá þjóðskrá og sveitarfélög geta sótt að fá þennan auðkennislykil sér að kostnaðarlausu hjá þjóðskrá. Mér skilst að það séu fyrirtæki sem geta líka sótt þennan rafræna auðkennislykil eins og bara bankarnir
þá borga þeir þjóðskrárgjald. En fyrir sveitarfélögin þá er þetta frítt. Þannig en það þarf bara formulega að sækja Þannig að ef þeir eru ekki búin að því þá þarf að fara í gegnum eitthvað svona umsóknarferli hjá þeim. Nú, við vitum til þess að One System er með tengingu við bæjardyr, þannig að ef þeir eru með íbúðgátt frá One System þá er þetta bara smá viðbót hjá þeim til þess að tengjast með bæjardyrum inn í Navision. Mér skilst að GoPro sé líka með einhverja lausnir, en allavega flestir hafa verið að nota One System. En þetta er í rauninni bara hvaða kerfi sem gæti skrifað á móti þessum bæjardyrum hjá okkur. Þetta er bara vefþjónustur sem við bjóðum upp á þegar við erum rauninni búið að setja upp bæjardyrnar. Ég ætla að sýna ykkur hérna demo. Ég ætla að byrja á því að ég ætla að bóka hérna, búa til sölureikning. Sölureikning á ímyndaðan notanda sem maður sjá. Þetta er alveg að koma fyrir kjöði hérna með kennitöluna. Afrita og við vorum hér. Við ætlum að segja bara nýtt. Við ætlum að búa til reikning á þessa kennitölu. Þetta er Anna Geir Hafsteins. Við ætlum að setja það á bara bókasafnið og við ætlum að bóka reikningin í dag. Númer utan komið skjals, við þurfum svo sem ekkert að gera þar. Ég ætla að hafa þetta forða. Ég er nú ekki með mikið úrval hérna í þessu safni hjá mér, en það er bók. Ég er náttúrulega á bókasafninu, ég ætla að kaupa hérna 10 bækur á 100 kall. Þetta er útsala, sko. Nú þá er þetta bara bóku við þennan reikning. Ég ætla að reynda, já. Ok, þannig að þá er þess að þá skulum við sjá bókaðir sölureikningar. Skoðum við hérna daginn í dag. Og það er hérna Anna, ég var að reynda að prófa hérna í gær, þannig að hérna, hún er komið með 2 reikninga. En ef við skoðum það, þá er þetta Anna sem sett með bók og það er hérna 1000 kall. Ok. Þá ætla ég að fara hérna, þetta er í rauninni, núna er ég með þessa íbúðagátt sem við köllum, en ég ætla að fletta upp þessar kennitölu Önnu og hún myndi í rauninni fara inn með rafrænum auðkennislykli. Ég bara nota það ekki hérna við þessa gátt, en hún myndi öll í jöfnu fara inn með auðkennislykli. Ég er í rauninni búin að gefa Önnu leyfi til þess að skoða bæði reikningar hjá sér og svo hérna ekki systir en þetta frænkanar, henni er Önnu Lárusdóttur að hún sér að borga það. Þannig að ég skal sýna ykkur hvar það er stilt, en hérna velur hún hvort hún ætlar að skoða sína reikninga eða hjá systur sinni. Þannig að hún ætlar að skoða sína reikninga. Ok, það er bókasafnsgjöld hérna. Hérna eru viðskiptareikningarnir sem eru sýnilegir og eru með einhverju upphæð og einhverju skráningu á þessum vef. Ok, ég ætla að sýna ykkur hérna viðskiptareikningar. Hérna erum við með hag sem að við merkjum hvort að eigi að vera sýnilegir á vefnum. Og ef við viljum ekki að bókasafnið sé sýnilegt, þá er rauninni bara minnsta máli að taka út og veljum hérna bara breyta og tökum út þetta hag. En ég ætla að hafa þetta áfram sýnilegt og ég ætla að skoða hérna bókasafnsgjöldin og þá er komið hérna reikningurinn frá því sem ég bókaði í gær og svo er reikningurinn sem ég var að bóka núna áðan. Og ef ég skoða nánar þá sé ég að þetta eru bók, magna 10, einingaverð 100, engi vaskur og þetta er reikningurinn. Þannig hérna get ég skoðað. Hérna er ég reyndar líka með, alla þessa viðskiptareikninga, en ég er líka með upplýsingar fasteignir. Það er reyndar ekkert hérna í gangi.
Þannig ég ætla að sjá hvort það sé eitthvað hjá Önnu Lárus. Og þá hún með einhverja fasteign skráða á sig. Þannig að við getum rauninni skoðað álagninguna og einhverja svona upplýsingar þar. Þannig að þetta eru svona stuttumáli bæjardyrnar. Ég ætla að reyndar aðeins að síðan ykkur. Við skoðum viðskiptamenn. Og Önnu Geirs. Þá erum við með eitthvað sem heitir tenging við bæjardyr. Og þá erum við með hverjir megi að skoða þessar upplýsingar á bæjardyrum. Og við getum bætt við nei, ekki afmörkun. Við förum í breyta og við segjum kannski 050965, það kennitala mín. Nú vil ég sé líka, að ég geti líka, þegar ég ætla að logga mig inn á Önnu, þá geti ég líka skoðað hennar reikningsupplýsingar. Svona getum við bætt þá við kennitölu annarra einstaklinga til þess að skoða reikningsupplýsingar. Þetta á kannski við hjón eða einhvað svoleiðis. En þetta þarf að biðja þá hringja inn á skrifstofu eða senda póst og biðja að viðkomandi aðili megi sjá reikningarna. Ok, þannig að þetta var sem sagt þá skal ég þér segja bæjardyrnar. Næst vorum við með rafræna reikninga. Nú öll þekkiði nú rafræna reikningana, myndi ég halda. En þegar við erum með sendingar á rafrænum reikningum, þá getum við í bókuðum sölureikningum, þá þurfum við að skilgreina að þessi kennitala sé með rafrænum reikning. Við gerum þá þannig að við förum í RSM. Ok, svona. Og við förum hér, lánadrottnar heitir það. Við getum reyndar líka að fara inn á viðskiptamannaspjaldið og gert þetta þaðan. En þá segjum við, ok, Anna Geirs, hún með rafræna reikninga og við ætlum að senda það til InExchange eða í þessu tilfelli ætla ég bara að senda það í möppu. Ok. Svo fer ég í bókuðu sölureikningana. Af því að ég bókaði sölureikningin áður en ég var búin að stilla það að Anna ætlaði að vera með rafræna reikning. Þá sjáum við bókaði sölureikningur Anna, sem sagt 9.4, þetta þess sem ég var að bóka á þann. Þá hún komin með skilgreiningu, en það ekki búið að senda hann í RSM. Þá fer ég hér og segi set í rafræna sendingu. Þá koma upplýsingar sett RSM þjónusta og þá í rauninni færslan komin í RSM. Og síðan bara farið í RSM sölureikningar og við erum að senda þennan hér og við getum sagt bara, ok, ég ætla að senda þennan. Ekki krafa, viltu halda áfram, já. Ok. Og reikningurinn bara sendur. Og ef hann væri að fara til InExchange og þá hann bara að fara hann af stað. Nú ætlum við aðeins að skoða bókaða sölureikningin aftur. Þá sjáum við að hann var sendur 9.4. Okay. Þannig að þetta voru þá rafrænu reikningarnir og eins og við vitum í fasteignagjöldunum og þá var rauninni bara búið við til reikning og síðan sá reikningur bókaður og ef það búið að skilgreina viðskiptamannin í RSM með RSM uppsetningu, þá verður til færsla í RSM-kerfinu og svo rauninni málið að við þurfum rauninni að búa til kröfurnar áður en við sendum RSM-reikningin. Þannig að því oft ef við erum að senda kröfur upplýsingar með og
Og þannig að núna ætla ég að fara að sýna ykkur hvernig við gerum kröfunar. Svona, ok. Ég fer hérna í innheimtukerfið. Ég er í kröfukeyslunni og ég ætla bara að stofna kröfukeyslu per tímabil bara. Ég ætla að reyna að gera þetta fyrir þessa ákveðnu kennitölu og þennan viðskiptareikning og að þessu tímabili og ég ætla að segja örnámskeið pröfa. Og við ætlum ekki að setja þetta inn í, við ætlum að hafa innheimtuaðila, bara hérna SP bókasafn. Og já, svona ætlum ég að gera það og ég bý bara til kröfukeysla. Og þá erum við komin með hérna kröfukeyslu sem við þá tilbúin bara til þess að senda í banka. Nú með þessa kröfu, nú erum við búin að búa til kröfukeyslu. Þá getum við gert ýmislegt. Við getum sem sagt ákveðið að við ætlum að fara að senda þetta í bankan, birtingu bankan. Ok, þá hérna, ef við viljum senda þetta birtingu banka, þá er rauninni farið í, hérna, maður sjá, í innheimtukerfið og við förum í stofngögn innheimtukerfis og förum hérna í annað. Þá þurfum við að sækjum hjá okkar banka aðgang. Og þá er rauninni uppsetningin sett hér. Fyrir bæði Arion banka og Landsbanka erum við komið með að við getum senda bara beint inn. En ef það eru aðri bankar þá þurfum við rauninni að búa til skrá sem við hlöðum inn. Þannig þá er rauninni stillingin vista sem skrá. Og ég ætla að sýna ykkur bara þetta dæmi vista sem skrá og ég ætla að skrifa þá skrá á C-temp. Þannig að við ætlum að bara gera það sem snöggvast fyrir þessa kröfukeyslu sem við vorum búin til. Þannig það er hérna örnámskeið og við förum og skoðum hana og þá förum við hérna og segjum senda í rafræna birtingu. Og þá segjum viltu senda þessa? Já, við viljum það. Og þá erum við búin að búa til núna skjal sem við sendum inn í bankan, annarkvort beint eða með því að hlaða því inn í heimabankan. Og þetta er skjalið sem er hérna. Og hérna sjáum við bara, þetta er rauninni bara svona XML-skjal sem að innihalda bara grunn upplýsingar þessa kröfukeyslu. Það sem er rauninni upphæðin er 1000, þetta er reikningu og þá í rauninni, ég ætla að sýna ykkur hérna aftur. Þá mun þetta líta einhvern veginn svona út í bankanum ef þið rauninni notið þetta staðlaða stílsnið sem við höfum búið til. Af því rauninni við setjum upp ákveðið stílsnið sem þarf að setja upp hjá RB banka og þá les það stílsnið þessi gögn sem voru í XML-skjalinu sem þá heitið og svo upphæðin og svo bara rauninni allar þessar upplýsingar sem standa hér. Þannig að svona myndi það líta út í bankanum. Ok, þetta er sem sagt birting greiðsluseðla í banka. En við erum líka með birtingu greiðsluseðla í banka. Sjá, hér. Eitthvað er ég týnd hérna. Við getum líka ákveðið að senda þennan með Advania til hérna, þá sendum við hann með Advania stillingunum sem rafrænan reikning. Og þá gerum við hvað? Jú, þá þurfum við í rauninni að fara inn, ekki hér, þannig að þá fer ég að finn hérna, var ég ekki með rafræna reikningin hérna einhvers staðar, við fyrir bara þessa leið hérna. Og sölureikningur, já ég var búinn að senda hann. Reyndar viljum við bara breyta stillingunni hér. Og það er hérna. Og þá er til hérna einhvað sem heitir Advania.
Ég ætla að fara hérna inn á viðskiptamaður, byrja kannski fara þá leið. Viðskiptamenn, númer og skoða og hérna erum við með, vorum sjá, eitthvað sem heitir hvar erum við með þetta? Þetta er nýtt, já. Hérna séum við RSM. Við förum hérna undir færsluleit og RSM og já, þá kemur bara upp sama síða. Ok. Þá á hérna að vera einhvað sem heitir, það er ekki einu svona til staðar. Æ. Hvað er það nú? Jæja. Jæja, þetta er þá raunin á að vera hérna til Advania stillingar og þú getur valið 1, 2 eða 3 og ef þú velur þess að þá þarf í rauninni þessi aðli, já það getur verið þessi vandamáli. Það er þess að miðlari, við vorum í rauninni með, hver er kennitalinn? Við vorum ekki með þessa kennitölu, ætla að skoða aftur. Við vorum með, nei, við vorum með þessa hér kennitölu, afrita og breyta og færsluleit og RSM. Við ætlum að breyta þessu hérna í Advania. Það birtist ekki Advania stillingarnar, en það var svo stórlega 1, 2 eða 3. Og svo er rauninni bara þegar við sendum rafræna reikningin, þegar hérna stendur, þá er rauninni, maður sjá, RSM sendi, bara hérna RSM sendi sölureikningar og við ætlum að breyta þessu hérna í að fara í, við ætlum að breyta skeytamiðlara í Advania. Og þá myndi rauninni þessi sending fara inn í pípuna hjá Advania og sendast inn í bankan. Þannig að rauninni viðskiptamaðurinn sæi birtinguna út frá Advania. En þá væri hann að rauninni að sjá hann með þessu ákveðna útliti sem er í rauninni þekkt í rafrænum reikningum. Þannig að það er rauninni svipað og þetta hér. Þannig að þá fengi hann eitthvað svona í rauninni útlit, nei, betur fyrirgeði. Þá er rauninni var það svona sirka útlitið sem að viðkomandi myndi sjá í bankanum. Þannig að hérna, þetta er önnur leið. Nú, þriðja leiðin sem við getum gert, að þá erum við með í innheimtukerfinu nýjan möguleika. Hérna er námskeið pröfa og við förum að skoða það. Þá getum við sendt greiðsluseðlinn í tölvupósti. Og þá er rauninni það sem gerist er að hún fer í gegnum allar færslurnar sem ég fer inn á viðskiptamannsspjaldið hjá öllum þeim viðskiptamönnum eða þeim kennitölum sem eru í kröfubunkanum, athugar hvort það sé búið að skrá ákveðna netfang í ákveðin reit. Og hvaða reit er það? Og þannig að ég ætla að sýna ykkur það. Við förum aftur í viðskiptamenn og það er hérna Anna Geir og við förum í breyta. Og þá erum við með hérna netfang fyrir greiðsluseðla.
Þannig ég ætla að senda hérna á sigrun@wise.is. Hún reyndar líka með tölvupóstinn sigrun@wise.is, hún greinilega notur mikið í prófanir. En hérna þarf ég að sérstaklega tilgreina í annan reit, netfang fyrir greiðsluseðla til þess að þetta virki. Þannig nú fer ég tilbaka og ég fer aftur í kröfugreiðsluna og við segjum greiðsluseðla í tölvupósti. Tölvupóstur var sendur til viðskiptavina 1 greiðsluseðlar. Oftast þetta fleiri en 1, þannig greinilega kann hún ekki að beygja. En núna ætti ég að hafa, maður sjá, í tölvupóstunni hjá mér. Hann bara hér, sko. Hérna kemur greiðsluseðl. Hér viðskiptavina með greiðsluseðl. Allar athugasemdir skal senda á skrifstofa 17. Og svo bara PDF-skjal sem þá greiðsluseðlinn með á sér röndinni og allt saman. Þannig að þetta þá einlaust. Ok, þá erum við í rauninni búin að fara í gegnum það möguleika sem í boði eru til þess að hætta að prenta greiðsluseðlinn. Og eins og ég segi, þannig að við fórum yfir bæjarnirnar, rafræna reikninga, birtingu greiðsluseðla í banka, annars vegar fyrir með atvanníalausninni og hins vegar með innheimtukerfinu og síðan greiðsluseðl í tölvupósti. Það örugglega hægt að gera þetta á einhverjar fleiri leiðir, en þetta það sem ég langaði að benda ykkur á að allar þessar leiðir, nema þá rafrænu reikningarnir og þá atvanníalaust fyrir rafrænu reikninga virka fyrir fasteignagjöldin. Þessar tvær leiðir, rafrænu reikningar og atvanníja rafrænu reikningar, þá þarf að vera til reikningur á bakvið, þannig að þá kemur rauninni ekki upplýsingar sem ætti að fylgja með. Þannig að en ég þakka bara fyrir og vona að þetta hafi aðeins skýrt máli fyrir ykkur. Og ef þið viljið hafið einhverjar fleiri fyrirspurnir, þá bara endilega senda á sveit@wise.is eða til sigrun@wise.is. Takk fyrir.